Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, við flautum á stað hérna í taktíkinni. Í síðasta þætti þá vorum við að tala þjálfaramenntun á háskólastigi. Við ætlum að halda henni aðeins áfram í þessum þætti ásamt mörg öðru. Hingað til mín setti ég komið með hann Viðar frá ISI. Velkomin Viðar. Takk hérlega. Þú segir okkur eins frá þessu. Það eru námskeið eða þjálfaramenntun í gangi 3 ári hjá ISI. Já. Við eigum okkar eigið kerfi sem við erum búin að vera með í gangi í samþykkt menntakerfi okkar fyrir þjálfara alveg frá því aldamóti síðustu. Við byrjum að keyra það einhverjum krafti. Í dag þessi misserinn keyrum við það eingöngu í fjarnámi. Það að segja þann þátt sem við höldum utanum hjá ISI og bjóðum upp á það sem sagt 3 ári, vorönn, sumarönn og haustönn og flott þáttaka. Þetta mjög vinsælt nám og þjálfarar bussi frá grein þurfa allir að sækja sér þessa menntun og sækja sér svo sérgreinaþáttinn þá hjá viðkomandi sérsambandi í ISI hverju sinni. Áherslurnar í þessu námi hjá ykkur, hver eru þær? Því nú þetta eins og segir, þetta eru margar íþróttagreinar sem að svo þarf að sérhæfa sig í. Já, það eru raunverulega allar íþróttagreinar undir. Knattspyrnusambandi ISI er eina sambandi sem stendur utan við þetta kerfi í raun. Þeir eru með sitt eigið vottakerfi hjá UEFA. En við erum að bjóða upp á þá þætti sem að gilda jafnt fyrir alla greinar. Það eru þættir eins og kennslufræðin sem eins víðtaka hún getur verið. Hvernig kennur eða þjálfar iðkendur 10 ára versus 18 ára eða 30 og svo framvegis, jafnvel 6 ára. Meltingöndum, blóðrás, uppbygging líkamans, íþróttasálfræði, siðfræði íþróttaþjálfarans. Hvernig byggjum við upp þolþjálfun eða þol og kraft og styrk og liðleika, snerpu, tækni. Þetta allt þættir sem við förum í almenna þættinum og þá getur sérsambandi fókusera meira á greinina sína sem að gefur þeim svona miklu meiri möguleika og vægi í greinatengdu þættina. Nú eru þjálfarar allstaðar á landinu. Hvernig náminu háttað hvað það varðar mætingu og annað? Það einmitt þetta frábæra við fjarnámi sem við erum með. Þessi misserinn erum við bara að bjóða upp á almenna hlutaþekkingarna hjá okkur í fjarnámi. Og þar getur við setið bara við tölvuna raunverulega hvort sem á Raufarhöfn eða Ísafirði eða Egilsstöðum eða hvar þú vilt vera. Að með út nettengdu þá ertu góður. Þú skilar ákveðnu verkefni í hverju viku, tekur ákveðin krossapróf, ákveðið deadline á því hvenær þú þarft að skila inn. Svo fremið sem þú stendur í því að þá getur verið eins og ég segi hvar sem Það eru engar staðbundnar lotur í þessu námi hjá okkur þó að eðli málsins samkvæmt horfi það öðruvísi við hjá sérsambandunum í sérgreinaþættinum. En einmitt þessi tenging milli sérgreinanna og þess að sérhæfðu þátta í þjálfun, hver hana því það þarf eitthvað að samþætta námið það ekki með þessu öllu saman? Jú, í sjálfu sér. Sérsambandi gera sér alveg grein fyrir og fá upplýsingar hjá okkur hvað það sem við förum í. Til þess að þau þurfi ekki að fara í þá þætti aftur og verði ekki ákveðin tvítekník. En að þau fókusera það bara á greinina og sjá það að við erum að fara yfir alla hina þættina sem máli skipta og rétt að taka það fram að allir þessi þætti sem eru almennir og gilda jafnt fyrir alla greinar ekki síður mikilvægir fyrir íþróttaþjálfarann að hafa þekkingu á, heldur þekkingu á og vera sérfræðingur í greininni sem slíkri. Hvað þetta langt nám sem maður þarf að fara í? Fyrsta stigið hjá okkur 8 vikur sem maður þarf að vera í fjarnáminu hjá okkur. Og endar á ákveðnu stóru verkefni eftir þessar 8 vikur þó sé ekki strangt til tekið próf. Þá þarf það að enda á stóru verkefni sem ársáætlun í íþróttaþjálfun. Annars stigið 5 vikur og eins með 3. stigið sem líka til, sem eru 5 vikur. Og síðan eru strangt til tekið til 4. og 5. stig í þessum almenna hluta þekkingarinnar. Það í sjálfu sér háskólastig. Og háskólarnir bæði HÍ og HR hafa gefið grænt ljós á það til okkar að taka inn til sín nám á 4. og 5. stigi þegar við teljum rétt að hefja það þar uppi. Við höfum ekki gert það ennþá vegna þess að við höfum ekkert fengið nægilega stóra hópa af 3. stigi bæði með almenna hlutan frá okkur og sérgreinaþáttinn til þess að við teljum möguleiki að framkvæma þetta nám á 4. og 5. stigi sem reyndar stór bylting að vera allt í einu komið með háskóla menntun sem þjálfari í einhverju 1 eða 2 greinum. Þannig að það ennþá hægt að bæta við alveg helling. Ennþá hægt að bæta við og við munum klárlega að reyna að gera það. En ef maður hugsar þessa menntun og mikilvægi hennar fyrir íþróttahreyfinguna alla og ef við horfum út til annarra landa, það ekki sama áhersla á menntun í mörgum öðrum löndum? Nei, þetta mjög góða punktur. Alveg frá því við byrjum með þetta menntakerfi síðustu aldamót, að þá höfum við haft
ákveðin fókus og trú á það að við viljum hafa menntaða þjálfara frá því að börnin koma inn í hreyfinguna til okkar strax 5-6 ára gömul. Menntun þar jafn mikilvæg í okkar huga eins og hafa menntaða þjálfara með fullorðna. Þannig að þessi fókus hefur verið mjög skýr og strangur hjá okkur alveg frá upphafi og hreyfingin að meðtaka þetta smám saman, aukin áhersla á hverju ári hjá íþróttafélögunum vítt og breitt landið að þeirra þjálfarar séu með þessa þekkingu frá upphafi og það svona gefur okkur ákveðið forskot á okkar mati hvað varðar faglegt utanumhald þjálfunar strax frá barnsaldri. Þetta ekki svipað eða eins hjá öðrum löndum í kringum okkur. Ég sem dæmi er í nefnd, norrænni nefnd sem fjallar þjálfaramenntun og uppfærslur hennar til nútíma. Sitt fundi með þeim á hverju ári, Skype fundi eða online fundi þess á milli. Þar kemur í ljós að Norðurlöndin flest eru með aðra stefnu í þessum fræðum, þar sem að þú þarft ekki að hafa menntun til þess að halda utan þjálfun barna, alveg upp að kannski 10-12 ára áður en að innkoma faglegir menntaðir þjálfarar. Og það önnur stefna og maður getur svo velt fyrir sér. Þetta betra að hafa þetta eins og við viljum hafa þetta? Það að leiða til betri árangus okkar innan hreyfingarinnar eða hvað? Það mjög stór spurning. Akkurat, en svo horfum við á smæð þjóðarinnar og árangur í íþróttum og ekki bara einhver einni grein heldur bara fjöldanum öllum af greinum og maður spyr sig, þetta ekki einn af þessum þáttum sem stuðlar því að við erum náð þessum góða árangri í íþróttum? Alveg pottið, ég ætla að fullyrða það svo að sé. Ég ætla ekki að nefna hennar prósentutölur í því samhengi, ég nokkuð vissum að þessar áherslur okkar gera það að verkum að börnin og svo unglingarnir að koma betur þjálfuð og betur til þess fallin að geta skila árangri þegar þeir koma upp á fullorðinsaldur. Það eiginlega bara liggur nánast í hlutarins eðlilega svo að sé. Og ég efast ekki að þessi áhersla okkar á menntun sé þar að leiðandi hluti skýringarinnar á því að við séum að ná bara frábærum árangur í mjög mörgum íþróttagreinum, einstakling sem hópíþróttum á erlendum vettvangi núna undangengin misseri. Og ég fæ alveg þessar spurningar frá kollegum mínum að hefnum Norðurlöndunum. Hvað það að gera þarna á Íslandi sem að gera þetta verkum? Getur þú komið bara með töfraþuluna fyrir okkur hinn hérna Norðurlöndin svo við getum farið að gera þetta líka En ég á kannski erfiðara með það því þetta örugglega mjög margir smáir þættir sem skipta okkur máli en menntunin alveg klárlega einn af þeim þátt. En hvað svo með endurmenntun því að maður þarf að halda þessu eitthvað við, ekki satt? Jú, það þarf að gera það. Og það geta menn sótt í mjög víðu samhengi. Þú getur sótt fyrirlestra í sálfræði, fyrirlestra í hinu og þessu í hverri grein auðvitað fyrir sig á meðal þá sérsambandana sem þeir bjóða upp á í þessum vettvangi. Nánast að óþrjótandi hvað þú getur sótt til þess að nýta þér sem endurmenntun í þessu samhengi. Það ekkert bara eyrnamerkt að vera þetta en ekki hitt. Þannig að það mjög margt sem að snertir starfið sem þjálfari og nýtist þér sem endurmenntun hverju sinni. Akkurat. Eru allir sem geta sótt þetta? Allir þjálfarar? Já, það aldurstakmark hjá okkur inn í menntakerfið okkar. Við viljum að grunnskólapróf sé svona í upphafið þar sem þarf til þess að fara inn á fyrsta stig og síðan erum við með 18 ára og 20 ára eftir því þú ert komin upp í annað og þriðja stig og í leiðinni þarf það að hafa þjálfað í ákveðin langan tíma, 6 mánuði á milli fyrsta og annars stigs, 12 mánuði eftir annað og þriðja stigs, hafa gilt skyndihjálparnámskeið á bak við þig til þess að teljast hæfur til þess að hefja nám á næstu stigum. En að fá kennara inn í þetta, hverjir að kenna? Það hljóta að vera einstaklingar allstaðar að? Já, í rauninni. Og það að sem gerir þetta líka einfalt að þetta skuli vera kennt í fjarnámi, þannig að kennarinn getur líka setið hvar sem af því við erum ekki með staðbundnar lotur. Og það fleiri sem vilja koma inn í kennsluna heldur en þörf á. Við höfum fullt af mjög vel hæfu fólki sem til þess fallir að geta haldið út í svona kennslu og við erum ekkert að flæðiskeri stödd með það. Þannig að þetta og síðan síða okkur niðurstöður eftir sem við látum nemendur taka eftir námskeiðin okkar. Niðurstöðurnar sýna okkur það að nemendur yfir höfu mjög ánægðir með þetta nám og ætla sér að halda áfram, hvetja aðra til þess að fara inn í það, telja sér fá mikla kunnáttu sem höfðu ekki fyrir ef þau sækja þessi nám hjá okkur. Akkurat, við ætlum að taka smá hlé hérna. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Og við höldum áfram. Við vorum að tala þessa menntun hérna fyrir hlé og markmiðið með menntun í þjálfun, en svo það líka bara markmiðið með íþrótta- og unglingastarfi. Hvað á það að vera að þínu mati?
Sem betur fyrir eigum við mjög skýrt afmarkaða stefnu í barna- og unglingaíþróttum og höfum átt raunverulega alveg frá því 1996. Við höfum uppfært hana reglulega síðan og síðast var hún uppfærð og samþykkt 2015. Hún gengur númer 1, 2 út á það að íþróttastarfið sé í þágu barnsins. Bæklingur sem við gefum út sem dæmi heitir Íþróttir barnsins vegna. Þannig að það sem við séum að bjóða þeim upp á börnunum í íþróttaiðkun sé klálega í þágu þeirra, miðað við þeirra áhuga og vilja og metnað, en ekki að við mótum þau fyrirfram í eitthvað ramma sem við ætlumst til þess að þau verði í. Það er mjög mikilvægt. Akkurat. Eins og við höfum nefnt í þessum þætti áður, íþróttir eru fyrir alla og börn og unglingar eru í íþróttum á alls konar forsendum, sumir í þessu afreksstarfi og miklu keppnisskapi en aðrir í þessu meira kannski fyrir félagsstarfið. Alveg klárlega. Og ég hef stundum skipt iðkendum í 2 hópa svona mjög gróft. Annars vegar þessar svokölluðu 24/7 iðkendur sem vilja bara vera að æfa alla daga vikunnar, allan daginn og jafnvel fram á nótt og ætla sér að verða heimsmeistarar eða ólympíumeistar eða hvort tveggja. Við eigum auðvitað að skapa grundvöll innan einhvers ákveðins ramma til þess að meðhöndla þessi börn og unglinga þegar síðar dregur eins rétt og við getum gert og eins faglega og við getum gert. En með sama hætti eigum við hinn hópinn sem er þessi meira félagslegi hópur sem þó að auðvitað félagslegi þátturinn verður að vera inni hjá afreksbörnum og segja sér sjálf en þú ert inni á öðrum forsöndum. Þú ert ekkert endilega þessi keppnismiðaði iðkandi. Þú ert ekkert endilega að koma inn í hreyfinguna til þess að ætla þér að verða heimsmeistari. Þér langar ekkert endilega ólympíuleika. En þú hefur gaman af íþróttagreininni og félagar þínar eru í íþróttinni, þú vilt fara að vera með og þér líður vel og þetta er flottur félagsskapur sem í flestu tilfellum einmitt lagt mikið upp úr íþróttaiðkunni og á að vera gert. Og þess vegna ertu inni. Svo kemur að einhverju keppni, ég er ekkert endilega tilbúin að fara þessa ferð til Reykjavíkur frá Akureyri eitthvað að taka þátt í þessari keppni, má ég sleppa við það? Og þá á það að vera framkvæmanlegt og hægt og á ekki að vera litið á það sem eitthvað öðruvísi eða óæskilegt. En þetta getur líka verið svolítið snúið að finna farveg fyrir alla og ég þekki nú sem knattspyrnuþjálfari sem er mjög vinsæl grein, ég er með marga á hverri æfingu og þá er auðvelt að getuskipta þeim og vera þá með mjög krefjandi verkefni sem vilja það og minna krefjandi fyrir sem að þurfa það. En þegar þú ert með minni hóp eins og margar íþróttagreinar standa frammi fyrir, þá getur þetta verið dálítið snúið. Já, þetta er hárrétt ábending. Þetta er auðveldara í stóru greinunum svokölluðu, þetta er erfiðara í minni greinunum þar sem hún hefur ekki endilega fleiri iðkendur en svo að þú getur haldið út í keppni í greininni. En þá er mikilvægast að þjálfarinn sé algjörlega meðvitaður það að sé ekki samt allir iðkendur í greinina sem eru steyptir í sama form. Þannig að geta verið iðkendur þar sem er ekki svona keppnismiðaðir og jafnvel þó að þú þurfir að fá þá til að taka þátt í keppninni að þá þurfa þeir að geta gert það á þeirra forsendum. Og það er mikilvægt að ræða það við iðkendur eða hafa til þess aldur og þroska að þetta sé eðlilegt. Og þar af leiðandi hafi þeir líka skilning á því að þeir séu ekki allir eins og ekki allir jafn keppnismiðaðir. Þá eiga þessi hlutir að geta gengið upp og þetta er akkurat kemur inn á þennan faglega þátt að þjálfararnir hafi þekkingu á því sem þeir eru að gera. Og svo getum við keppt í íþróttum en þar þarf ekki kannski að vera útgangspunkturinn og aðalmarkmiðið með íþróttaiðkun að þurfi endalaust að keppa í henni. Bara alls ekki, eins og stefnan okkar segir til að keppnin er og verður alltaf og svona kitlandi spenna sem fylgir keppninni verður alltaf innbyggt í börnin. Það er bara þannig. En það sem við þurfum að gera sem höldum utan um starfið, þjálfararnir, stjórnarmenn, við hjá ISÍ og hinir og þessir, við þurfum að passa okkur á því að keppnin sé fókusirð að aldrinu hverju sinni, þannig að sé keppni í tækniatriðum, keppni í almennum framförum, keppni við sjálfan þig en ekki alltaf keppni samanborið við einhverja aðra. Það kemur síðar þegar við verðum eldri unglingar og fullorðnir. Þarna komum við kannski að dálítið heitu málefni sem eru verðlaunaafhendingar í keppnum fyrir börn og unglinga. Hvenær á maður að byrja að veita verðlaun, því maður vill jú hrósa fyrir góðan árangur og verðlauna hann, en maður vill heldur ekki að það sé alltaf settur bikar alveg frá unga aldri og það sé aðalmálið að fá bikarinn. Nei, alls ekki. Þetta er mjög skýrt í barna- og unglingastefnunni okkar. 10 ára og yngri eiga í raun bara að fá jafna viðurkenningu. Þau eiga að fá verðlaun. Þau eiga að fá verðlaun fyrir að mæta á æfingar, haga sér vel innan regluverksins okkar, leggja sér fram og vera skemmtileg, þroskast félagslega og allt það. Þau eiga að fá verðlaun fyrir þetta en þau eiga að fá jafnverðlaun. Við höfum ekki að draga í dilka, gull, silfur, brons þegar börn hafa ekki þroska til þess að átta sig á því út á hvað slík verðlaun ganga. Og við höfum alveg dæmi það hjá börnum sem eru á þessum aldri sem að
skilji ekki af hverju þessi fekk velurinn ekki barnið sjálft, af því að barnið lagði sér virkilega vel fram á að gera allt sem þjálfarinn sagði og svo framvegis. Þannig að veitum velum fyrir það sem eðlilegt að veita velum fyrir, sem eru framfærir og ástundun og gleði og hamingja sem við eigum að upplifa í íþróttunum sem börn, en ekki fyrir það að skara fram úr, það kemur síðar. Og á að koma eftir 10 ára aldurinn sem við getum farið að draga meira í svona dilka og börnin átta sig þá á og skilja af hverju þetta er svona. En nú getur þetta verið snúið, því þau átti sig ekki á því að þá eru þarna þjálfarar og það eru foreldrar og ýmsir sem koma að íþróttinni sem að standa fyrir utan hana, sem að vita alveg að þú átt að fá bikar fyrir það að vinna og eru kannski búin að koma þessu skilaboðum að og þá fyrst kannski börnunum skrítibiti. Ég var að vinna hérna úrslitaleik, af hverju fæ ég þátttökupening eins og allir aðrir án þess að það komi frá barninu sjálfu? Já, sko athuganir eða rannsóknir sýna okkur enda það að börnin sjálfu er ekki vandamáli. Ef að barnið sjálft frá því að kemur inn í hreyfinguna til okkar 6 ára upplifir þetta með þessum hætti að fá allir jafnt upp á 10 ára, þá er engar athugasemdir á barnið. Barnið er ekki að spá í það hvort að nonni litli fekk líka velun þó hann hafi verið í 10. sæti. Þau vita í hvaða sæti þau voru, þau vita hvað þau skoruðu mörg mörk eða stig í körfuboltanum og hinn og þessu. Þau vita alveg hvernig þau stóðu sig og þau er ekki að velta því fyrir sér hvort að einhver fær umframvelun heldur en hinn, nema að komi þá frá foreldrunum, vonandi ekki þjálfaranum því hann á að vera menntaður og hafa upplýsingar það að svona gerum við ekki, einhverju umhverfinu, oftast er þetta foreldrar, afi og amma eða systkini, eitthvað sem hafi ekki verið upplýst stefnun okkar, því að staðreyndin er samt sem móðu svo að þau ár sem ég hef vunnið hjá ISI sem eru bráðum 20, þá hef ég ekki hitt foreldra ennþá sem er ekki sammála mér í þessari stefnu, varandi velunafendingar, þegar ég hef tækifæri til að setjast niður og útskýra málin fyrir foreldrum. Þá kemur svona, já þú meinar, ok, ég skil. En að meðan af okkur tekst ekki að upplýsa foreldrana og þá sem að börnunum standa, þá er eðlilegt í mínum huga að svona þrýstingur skapist að barnið eigi að fá velun, foreldri veit ekki betur að þetta sé bara og eigi að vera svona, hafa alltaf verið svona og sé bara allt í lagi, en það er það ekki. Akkurat. En svo geta verðlaun líka verið margskonar, verðlaun geta verið hrós og svo er það líka hjá þjálfaranum hvernig veituru hrós og hrósar bara með orðum. Alveg klárlega og það er mjög mikilvægt. Verðlaun líka þurfa ekki endilega að vera peningar eða bikarar. Verðlaun geta verið bæði þessi hrós og þetta samtal sem þú varst að tala þar sem þú varst að peppa barnið upp og segja því hvað það er duglegt og leggja sér fram og svo framvegis sem veldur því að barnið kemur áhugasamt á næstu æfingu vegna þess að það er að fá hrósi frá þjálfaranum og foreldrunum vonandi, því þeir hafa hlutverk. Ég upplifi mörg íþróttamót í mörgum greinum hér í kringum Akureyri sem dæmi sem eru framkvæmdið með þannig fyrir börn á þessum aldri, segjum 8 ára, þar sem allir að fá sömu viðurkenningu eftir og það er stundum bara poki með alls kyns dóti. Það getur verið kókumjólkurferna, það er snúður, það er svitaband, það er eitthvað frisbídiskur eða eitthvað sem styrktaraðilar útvega. Og þannig eru þau að fá allir ánægðir, allir með poka sinn og brosa sínu breiðastægin framan í myndavélar og svo framvegis og enginn að velta því fyrir sér hverju voru bestir eða efstir, enda svo sem hugtaki bestur felst ekki alltaf í því að vinna. Þú getur verið bestur líka bara miðað við sjálfan þig. Þú varst að leggja þig fram og þér fannst þú æðislegur og það er að sem skiptir málið þegar við erum að tala börn og íþróttir. Það er mjög góð punktur. Með það ætlum við að fara yfir í smá auglýsingar. Time's up. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn er í boði Jóðum Jóð. Og við siglum inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Við tölum bara aðeins ISI og þessa hreyfingu. Þú ert starfsmaður hérna á Akureyri út á landsbyggðunum. Já, ISI er búin að reka skrifstofu hér á Akureyri í tæp 20 ár. 1. september í haust er þetta orðin 20 ár og mér finnst ég raunverulega að hafa byrjað í fyrradag miðað við svona allt sem að fyrir liggur á borðinu hjá mér. Það er að nóg að taka og þannig er starfið í íþróttahreyfingunni. Því er aldrei lokið. Það er alltaf verkefni sem að skapast á hverjum degi sem maður þarf að fara að fókusera á og maður reynir bara að forgangsraða og gera það sem maður telur réttast og best hverju sinni. Maður hugsaði þetta, einn starfsmaður út á landsbyggðunum, þetta hlýtur að vera mjög mikið starf og mikið að halda utan um. Já, klálega er þetta það, en með tækninni sem við búum við í dag og samgöngum, þá er þetta einfaldara heldur en þetta var fyrir kannski einmitt þessum 20 árum síðan þegar ég var að byrja.
Þannig að þetta gengur alveg upp, en auðvitað vildum við gjarnan hjá ISÍ hafa ennþá meira fjármagn og möguleika til þess að hafa fleiri skrifstofur eða fleira starfsfólk til þess að geta þjónusta enn betur hreyfingunni en við erum að gera. En ég held að við reynum að nýta hverja einustu krónu eins og við mögulega getum gert til þess að gera gott starf betra á morgunin í dag. Myndirðu ekki segja að þessi tenging við landsbyggðina sé samt alveg nauðsynleg í staðinn fyrir að vera með þetta allt saman öllu stýrt frá höfuðborgarsvæðinu? Jú, í mínum huga það, algjörlega. Og mér finnst ég vera að þegar ég sæki ársþing sambandsaðila hér á þessu starfsvæði á Norður- eða Austurlandi, þá finnst mér ég komast inn í róthreyfingarna meira, komast betur inn í málefnin sem eru til umfjöllunar í hverju héraði fyrir sig. Og það finnst mér bara einn af nauðsynlegustu þáttunum í starfinu til þess að geta með betri hætti þjónusta þessa aðila varandi það sem við höfum fram að færa eins og stefnurnar okkar í hinum og þessum málaflokkum. Þú nefnir þessi héruð, það er líka annað verkefni hjá ISÍ, þessi fyrirmyndar héruð. Ertu til að segja okkur aðeins frá þeim? Já, það er raunverulega æðislegt verkefni í mínum huga og klárlega það sem koma skal. Við erum með tvíþætt verkefni í fyrirmyndarmálum. Annars vegar geta einstök íþróttafélög sótt viðurkenningu til okkar sem fyrirmyndarfélög og meira að segja einstaka deildir innan stóra deildarskiptra félaga. Og hins vegar þetta með héruðin. Héruðin eru 25 talsins. Þau geta sótt viðurkenningu til okkar fyrir fyrirmyndarstarf sem er svona ákveðin rammi eða gátlisti sem við höfum sett upp og uppfylli héruðin þessi atriði, þá fá þau þessa gæðavottun frá okkur. Þetta er í mínum huga rosalega gott fyrir héruðin að fara í þessa vinnu og vera inn í þessum ramma vegna þess að þá eru þau einfallega komin með stefnur í málaflokkum sem að skipta máli í íþróttastarfinu og geri þeim starfi raunverulega auðveldara og markvissara strax í kjölfari á þessari viðurkenningu. Og það er það sem að héruðin hafa sagt við mig eftir að hafa fengið viðurkenningu. Akkurat. Og þarna inni, þetta er margskipt þessi gátlisti í rauninni sem maður þarf að fara eftir til þess að fá þessa viðurkenningu og maður hugsar að fyrir öll svæði að fara að móta sér í stefnu og hinn á þessu, þú getur þá tekið eitthvað út frá ISÍ bara eins og til dæmis í jafnréttismálum og nýtt hér. Alveg klárlega. Eðlilega hljóta íþróttahéruðin er að vinna langflest að svipuðum málefnum. Það segir sér bara sjálft og þeim er ætlað það líka að hluta til samkvæmt lagabákstafnum hjá ISÍ að þá verður að uppfylla ákveðin skilyrði og vinna ákveðnum málefnum eins og lögin segja til um. Þannig verður mjög eðlilegt að handbækur íþróttahéraða sem sækjum þessa viðurkenningu og fá hana verði keimlíkar og svipaðar. Við reynum að hjálpa bæði héruðum og félögum með því að vinna ákveðnar stefnur fyrirfram, þannig að þau geti tekið sumar þeirra beint upp og gert að sínum. Sem dæmi eru jafnréttismál sem að við fórum í kjölfarið á MeToo-byltingunni. Við settumst niður í ISÍ og jafnréttisstofu og byggum til stefnu eða áætlun í jafnréttismálum sem er mjög skýr og þá áætlun geta félög tekið upp hjá sér og fyrirmyndarfélög eiga að taka þessa áætlun upp notabene óbreytta inn í starfi sitt, ákveðið á stjórnarfundi, aðalfundi að þetta sé svo áætlun sem er náttúrulega að fylgja, sem að tónar við stefnuna þeirra og þá erum við komið með í mínum huga einhverju bestu áætlun sem við getum haft á meðan við vottuð bæði af ISÍ og jafnréttisstofu. Þannig að þarna var ákveðið skref stigið held ég í þessum málefnum sem skiptir okkur öll verulegu máli. Þú tekur þessa áætlun beint inn óbreytta í starfið en hún er þá væntanlega þannig að maður getur þá bætt við hana enn frekar. Já, hún er samt þannig að þú getur sveigt hana, bætt við hana ef þú vilt gera enn betur en þarna er stigið og þá er það bara samræmið við mig sem hefur með þetta verkefni að gera eða okkur hjá ISÍ og ég bera það undir mínu yfirboðara ef einhverja breytingar efnislegar verða á henni sem þurfa að leggjast fyrir hjá okkur og jafnvel jafnréttisstofu. En þetta gerir það verkum vonandi að starfið okkar verður ennþá faglegra í þessum málaflokki. Við erum betur í stakk búin til þess að uppfræða hreyfinguna og bregðast við ef að mál koma upp sem að snertir þetta. Akkurat. Og þarna þegar maður fer yfir þennan gátlista þá kemst maður líka að því hversu margþætt þetta starf er og margþætt starf íþróttafélaginu í landinu er. Þetta er ekki bara einhverja æfingar út á velli. Nei, það eru ótrúlega margir málaflokkar sem snerta starfið okkar og við þurfum bara að gjöra svo vel að taka þá málaflokka alla upp, vinna þá eins vel og við frekar getum gert sem að snerta starfið með einum öðrum hætti. Auðvitað erum við fyrst og fremst íþróttahreyfing. Við eigum að fókusera á íþróttir, utanumhald þeirra og allir sem að vilja geti stundað íþróttir sé til gleði og ánægju og svo afreka. En við þurfum að passa okkur á jafnréttismálum, forvarnamálum, umhverfismálum og öðrum þáttum sem að snerta okkar starf og vera með skýrt mótaðar áætlanir í þessum fræðum ef við ætlum að njóta þeirra virðingar sem við sannarlega eigum skilið að vera virt fyrir. Og er það lokatakmarkið að allir séu fyrirmyndarhéruð innan ISÍ og er það lokatakmark? Getum við gert enn betur en það líka?
Við munum gera betur. Ég held að næsta takmark að ná öllum héruðum í þessi 25 talsins sem fyrirmynda héruði. Einungis 2 þeirra eru útskrifuð nú þegar. 3. héruð klárt til útskriftar. 3, 4, 5 önnur héruð eru á kafi í þessari vinnu. Þannig að ég held að sé mjög raunhæft að áætla það að innan einhverja ára verði öll héruðin komið með þessa gæðavottun sem frábært. Og síðan getum við þá fara að fókusera betur á einstök íþróttafélög. Það eru mörg íþróttafélög með þessa gæðavottun frá okkur líka og inn í gæðavottun fyrirmynda héraða eitt af því að aðildarfélögin verði fyrirmyndafélög líka eins og til að mynda hjá IBA. IBA er með skýrt móta áætlun með Akureyrarbæ það að IBA verði fyrirmyndahérað ISÍ og að öll aðildarfélög IBA verði fyrirmyndafélög í kjölfarið. Þetta bara æðisleg stefna og þarna sjá menn ljósið og ég bara gleðst yfir því verulega eins trúaður og ég á þetta verkefni. Þannig að það svona ákveðin blautur draumur þegar öll félögin og öll héruðin séu fyrirmyndar héruð og félög. Já, það verður klárlega bara algjörlega frábært. Auðvitað það kannski ekki alveg í nánustu framtíð sem við erum að horfa á öll félögin á landsvísu en það má ekki gleyma því að þau eru gríðarmörg og hafa mikla möguleika til þess að vera inn í þessu rammar. Sumir eru með ákveðlega lítið starf og það eru til félög sem eru jafnvel ekki með neitt íþróttastarf sem eru lítið félög til sveita og það erfitt fyrir okkur að votta starf hjá einhverju félagi sem ekki hefur íþróttastarf. Við erum auðvitað fyrst og fremst að votta íþróttastarfið. En staðreyndin samt svo í dag eru það mörg félög stór með þessa viðurkenningu sem fyrirmyndafélög að það eru 3/4 hreyfingarinnar, það er að segja íslenskra íþróttaiðkenda sem að starfa innan fyrirmyndafélags, sem alltaf frábært og þessi tala fer bara stækkandi og ört vaxandi áhugi félaga á landsvísu varðandi þessa viðurkenningu. Akkurat. Og þetta mikil vinna og íþróttir geta verið það mikil vinna líka en þessi gamla tugga sem eru aldrei oft sög, útgangspunkturinn alltaf gleði. Algjörlega og það á bara að vera númer 1, 2 og 3 eins og ég hef stundum sagt við sjálf mig, ég er búinn að vera tæpt 20 ár. Þann dag sem ég mæti vinna og uppgöta það að ég hef ekki lengur gaman að þessu, þá á ég að hætta. Og þannig þetta bara með allt starf í hreyfingunni, hvort sem í stjórn eða þjálfari eða hvað það sem menn eru. Ef menn finn ekki gleðin í þessu, þá er menn að finna sér einhvern annan farveg. Og þetta þurfum við að passa upp á sem höldum utan við starfið gagnvart iðkendunum líka. Fyrsta spurning foreldra að iðkendi kemur heim á að vera var gaman, en ekki hvernig gekk, hvað skoraður mörg mörk eða náður að synda 50 metra núna undir þessu eða þessu. Þannig að við eigum ekki að spyrja þessara spurningar. Það geta komið á eftir, því við vissulega eigum að velta fyrir okkur afrekum líka, en þegar þetta eru börn, var gaman. Og þjálfararnir eiga að sjá það að sé gaman, þannig að sé ríkjandi gleði á æfingunum, á henni getum við byggt árangur síðan mér. Og það ennþá gaman hjá þér? Það frábært hjá mér alla daga. Frábært við takk kærlega fyrir komuna í settið hérna í þættinum til mín. Takk fyrir mig. Og takk áhorfendur fyrir áhorfið, við sjáumst í næstu viku. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós.